Ítrekað hefur verið varað við manninum sem hélt erlendum ferðamanni í gíslingu í gær. Formaður Afstöðu segir sorglegt að mæta endurtekið í viðtöl til að vara við ákveðnum einstaklingum sem vitað að séu hættulegir. Jákvæður viðsnúningur varð á rekstri Reykjavíkurborgar á síðasta ári. Borgarstjóri telur reksturinn í traustum höndum en forveri hennar segir hjákátlegt að nýr meirihluti eigni sér árangurinn. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skoðar að svipta bálstofuna í Fossvogi starfsleyfi verði mengunarvarnir ekki bættar. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur kallar eftir auknu fjármagni. Umbótaflokkur Nigel Farage í Bretlandi fékk mest fylgi í aukakosningum til sveitarstjórnar og þings í gær. Sigurinn gæti orðið áfangi í gjörbreyttu mynstri í breskum stjórnmálum. Lífríki sjávar á Skjálfandaflóa litríkt og margslungið. Þetta segja vísindamenn sem síðustu daga hafa myndað flóann með hjálp neðansjávardróna. Gott kvöld. Margoft hefur verið varað við manni sem var handtekinn í gær fyrir að halda erlendum ferðamanni í gíslingum. Lengi hefur verið vitað að maðurinn þurfi á sértækum stuðningi að halda. Sérsveit lögreglunar var með mikinn viðbúnað á Hverfisgötu í Reykjavík í gær og lokaði nærliggjandi götum eftir að tilkynnt hafi verið mann með skotvopn í húsi við götuna. Aðgerðir stóðu í á aðra klukkustund. Maðurinn var handtekinn og úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna, grunaður frelsissviptingu með því að hafa erlendan ferðamann í gíslingu. Ferðamannur hringdi sjálfur á lögreglu. Engir sjáanlegir áverkar voru á honum þegar lögregla kom á staðinn. Hinn handtekni Sigurður Almar Sigurðsson, rúmlega fertugur og með langan brotaferil að baki og hefur setið í fangelsi fyrir nauðgun og önnur alvarleg ofbeldisbrot. Lengi hefur verið varað við honum og öðrum hættulegum föngum sem þurfa stuðning. 3 ráðuneyti og Reykjavíkurborg fengu aðvörun í apríl að fangi sem metinn var hættulegur myndi ljúka afplánun í haust. Þar kom fram að ef maðurinn fengi ekki stuðning væri nær öruggt að hann breyti af sér aftur, mögulega með mjög alvarlegum afleiðingum. Í október fjallaði fréttastofu minnisblað Fangelsismálastofnunar þar sem vara var við að fangar sem þyrftu á sértækum stuðningi að halda væru að ljúka afplánun og að nauðsynlegt væri að bregðast við því. Þeirra á meðal var Sigurður Almar sem hefur síðan gengið laus. Já, ég vildi ekki sagt að þetta kemi á óvart en það er auðvitað sorglegt að vera hér og aftur í viðtölum þegar við erum búin að vara við að ákveðnir aðilar þurfi ákveðin stuðning til að geta fungerað í samfélaginu og í raun og veru þegar allir í kerfinu, alveg saman hvort sem það er í borg eða ríki, vita að eitthvað muni gerast. Það er sorglegt að horfa upp á að hlutirnir síðan raungerast og sýnir bara hvað við erum eftir á, hvað þarf að gera, mikilvægi samtaka eins og Afstöðu. Já, þetta er bara sorglegt. Lögmaður hann sagði í hádegisfréttum að hann hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald á læknisfræðilegum forsendum og verið væri að misnota réttargæslukerfið. Maðurinn hafi ekki fengið þá meðferð sem hann þurfi. Guðmundur Ingi segir ríkisstjórnina hafa brugðist við og fyrsti fundur fag- og hagaðila í öryggisvistun hafi verið í fyrradag að þörfin sé núna og þörfin sé margvísleg eftir vanda viðkomandi. Sveitarfélögin ráð ekki við þetta, ríkið verði að koma að. Það er svona meðaltali 4 til 6 einstaklingar í fangelsi hverju sinni sem þyrftu svona úrræði og svo eru aðrir úti í samfélaginu í reiðileysi og sumir bara á götunni. Svo eru kannski aðrir í einhverjum úrræðum sem ekki hentu fyrir þá, þannig að við höfum verið með við svona 20 manns á annan tug eitthvað. Dómsmálaráðherra segir von á frumvarpi í haust viðeigandi öryggisvistanir og ráðstafanir. Málið sé margþætt og heyri undir fleiri ráðuneyti. Ríkisstjórnin hefur verið að skoða þessi mál heildstætt núna dálítinn tíma öryggisvistanir, öryggisráðstafanir og þetta fer svona þvert á ráðuneytin að einhverju marki erum við að tala úrræði á vegum heilbrigðisráðuneytis, einhverju marki félags og svo dóms og hvað mig varðar þetta þá spurningum frumvarp sem að tryggir ákveðnar öryggisráðstafanir hjá heilbrigðisráðuneytis þetta þá frekari plássinna og réttargeðdeild þannig að þetta er breitt og gott samstarf og við erum að vinna þetta saman. Og það er von á frumvarpi í haust? Von á frumvarpi hjá mér í haust, já.
Reykjavíkurborg skilaði tæplega 11 milljarða króna afgangi á síðasta ári. A-hluti borgarinnar sem stendur undir rekstri og rekið með skatttekjum skilaði 4,7 milljarða króna afgangi en B-hlutin 6 milljarða króna afgangi. Undir B-hlutan falla félög eins og Orkuveitan, Sorpa og Félagsbústaðir. Afkoman umtalsvert betri en áður þegar borgin var rekin með halla. Borgarstjóri segir að reksturinn sé í traustum höndum. Það engin sérstök keppikefli að skila afgangi af rekstri en hins vegar alltaf að vera í ákveðu megin. Okkar keppikefli að búa til gott samfélag sem fólk velur, gott samfélag sem að fólk upplifir það tilheyri og getur átt heima og fengið þá þjónustu sem það þarf. Og það auðvitað það sem við erum að miða við. En það jákvætt að skila afgangi. Það sýnir að það hægt að gera meira og það hægt að gera öðruvísi. Tekjur borgarinnar jukust 7% á milli ára en útgjöld 5%, mest vegna launahækkana. Fjárfestingar borgarinnar drógust saman 20% milli ára og voru lægri en gert var ráð fyrir. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins og fyrrverandi borgarstjóri, segir að meirihlutinn skreyti sig með stolnum fjöðrum. Það nú eiginlega hjákátlegt að sjá oddvita samfylkingarinnar núna, borgarstjóra í Reykjavík, sem nú kannski helsti brennivargurinn í fjármálum borgarinnar, stóði vegi fyrir hagræðingaraðgerðum á velferðarsviði þar sem að hún stýrði, koma hingað og kynna árangur slökkviliðsins okkar í Framsóknar. Það hægt að ná árangri. Við sjáum það að á því ári 2024 þegar við í Framsókn stýrðum og þá náðum við árangri og það hægt að ná enn meiri árangri. Ég get ekki tekið undir að hér hafi verið hagrætt. Við sjáum ekkert í reikningi sem sýnir að nokkuð hafi hreyft nálina hvað varðar breytingar á útgjöldum borgarinnar. Og það auðvitað mjög vont og ég lít svo á að enn séu gríðarleg tækifæri til að hagræða hér í rekstrinum og vinna svo að því á næstu árum að lækka skatta í Reykjavík. Hópur aðgerðasinna sem skipulagði bátsferð með hjálpargögn til Gaza segir að báturinn hafi orðið fyrir drónaárás á Miðjarðarhafinu við strendur Möltu í nótt. Engan sakaði. Aðgerðarsinnarnir telja líklegt að Ísraelsmenn beri ábyrgðina, þó að þeir segist ekki geta fært sönnur á það. Báturinn var á alþjóðlegu hafsvæði og slík árás væri því brot á alþjóðalögum. Myndir sýna að olía farin að leka frá bátnum. Ísraels her hefur ekki tjáð sig ásakanir aðgerðasinnanna. Kári Stefánsson hættur sem forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar. Móðurfyrirtækið Amgen staðfestir að honum hafi verið sagt upp störfum. Unnur Þorsteinsdóttir og Patrik Súlem leiða saman starfsemi fyrirtækisins á Íslandi en þau hafa bæði starfað þar langt árabil. Fyrirtækið Amgen segist þakklátt Kára fyrir hans framlag. Stjórnendur séu fullvissir að grunnurinn sem hann byggði geri fyrirtækinu kleift að halda nýsköpun og þjónustu við skjólstæðinga áfram. Kári stofnaði Íslenska erfðagreiningu árið 1996 og hefur gegnt hlutverki forstjóra frá stofnun. Ekki hefur náðst í Kára í dag en hann segist í samtali við Vísi hafi verið rekinn á staðnum og fyrirvaralaust. Umbótaflokkur Nigel Farage vann mikinn sigur í auka sveitarstjórnarkosningum og þingkosningum í Bretlandi í gær og vann meðal annars þingsæti af verkamannaflokknum. Farage segir að þau séu nú aðal stjórnarandstöðuflokkurinn, ekki íhaldsflokkurinn. Og þetta hafi verið aukakosningar í litlum hluta Bretlands þykja úrslitin til marks nýja tíma í breskum stjórnmálum. Kosið var 1 þingsæti og 10% fulltrúa í sveitarstjórnum. Þingsætið var í Runcorn og Helsby og þau úrslit mörkuðu tímamót. Frambjóðandi umbótaflokks Nigel Farage, Sarah Palin, sigraði frambjóðanda verkamannaflokksins með aðeins 6 atkvæða mun. Kjördæmið hefur hingað til verið eitt af öruggustu vígjum verkamannaflokksins. Í sveitarstjórnarkosningunum var umbótaflokkurinn með 35% atkvæða samkvæmt bráðabirgðatölum og fékk meiri hluta í 3 sveitarfélögum. Íhaldsflokkurinn var með tæp 25% og verkamannaflokkurinn með tæp 15%. Verði þetta niðurstaðan eru þetta fyrstu kosningar síðari tíma þar sem íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn ná samanlagt minna en helmingi atkvæða. And what tonight does is it embeds us. We now are the opposition party in the United Kingdom to the Labour Party, and the Tories, frankly, are a waste of space. But the message I take out of these results is that we need to go further and faster with change. People need to see and feel that change. That chimes with what I've been saying for a number of weeks. We're going to double down on that now. Starmer hefur verið sakaður af eigin flokksmönnum kæruleysi í kosningabaráttunni.
Umbótaflokkur Nigel Farage hægri popúlistaflokkur sem berst meðal annars fyrir harðari innflytjendastefnu. Úrslitin þykja benda til þess að verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn verði brátt ekki lengur 1-2 turnar breskra stjórnmála. Flokkakerfið stefni í að verða mun brotakendara. Mengun frá líkbrennsluofni sem leggst yfir Fossvog óviðunandi að mati framkvæmdastjóra Kirkjugarða Reykjavíkur. Hann segir að undanfarin ár hafi ekki fengist nægilegt fjármagn frá ríkinu til að reka bálstofuna. Íbúar í nágrenni við Fossvogskirkjugarð hafa undanfarna mánuði kvartað yfir ösku og ólykt sem hlýst af líkbrennslu sem þar starfrækt. Vandamálið ekki nýtt af nálinni. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur segir að allt hafi verið reynt til að minnka mengunina. Kjarni málsins auðvitað sá að þetta eru 76 ára gamlir ofnar og það þarf hreinlega bara endurnýja ofnana. Ofnarnir eru ekki búnir viðeigandi mengunarvörnum og eru því á undanþágu. Ingvar segir fjárskort helsta vandamálið. Undanfarin ár hafi ekki fengist nægilegt fjármagn frá ríkinu til að reka bálstofuna, þrátt fyrir að líkbrennslum hafi fjölgað. Sambærilegar líkbrennslur á Norðurlöndunum fái helmingi meira fjármagn. Hann kallar eftir því að stjórnvöld taki málið föstum tökum og að ný bálstofa með fullnægjandi mengunarvörnum verði byggð. Í rauninni erum við ekki endilega að kalla eftir sérstöku stofnfjárframlagi. Við erum fyrst og fremst að kalla eftir að rekstrargrundvöllur sé tryggður, en ég myndi halda að svona heildar fjárfesting á svona bálstofu væri frá 800 milljónum upp í 1,5 milljarð. Það er óviðunandi fyrir samfélagið að hafa þetta ástand svona finnst okkur hér. Deildarstjóri umhverfiseftirlits hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur segir að tillaga að nýjum skilyrðum fyrir starfsleyfi bálstofunar verði auglýst á næstu vikum. Það er alveg ljóst að þetta mun ekki geta gengið mikið lengur en mikið lengur með þess að opna án nokkurs mengunarvarnabúnaðar. Hefur komið til tals hérna innan húsa að bálstofan fái starfsleyfið ekki endurnýjað? Það er ein möguleg niðurstaða í þessari vegferð. Mike Waltz var í gær færður úr starfi þjóðaröryggisráðgjafa Bandaríkjanna yfir í sendiherrastarf hjá Sameinuðu þjóðunum. Þingmenn demókrata vilja að varnarmálaráðherrann hætti líka vegna gáleysislegrar meðferðar á upplýsingum. Í mars var greint frá því að Mike Waltz hefði óvart boðið ritstjóra tímaritsins Atlantic í spjallþráð á forritinu Signal þar sem hann hefði verið að ræða fyrirhugaða árás Bandaríkjamanna á Húta í Jemen. Þrátt fyrir opinberan stuðning Donalds Trumps Bandaríkjaforseta var Waltz sjálfur orðinn uggandi stöðu sína bak við tjöldin. Trump tilkynnti í gær að Waltz myndi hætta eftir ríflega 100 daga starf og verða í staðinn sendiherra hjá Sameinuðu þjóðunum. Marco Rubio utanríkisráðherra myndi gegna stöðunni tímabundið samhliða ráðherrastörfum. It's about assigning people to the right roles as the president has just done. And if anybody can do it, certainly with the secretary as I've gotten to know him, it will be Marco Rubio. Þingmenn demókrata eru ekki sannfærðir. The Trump security team is a hot mess. And the one who should go is not the fall guy, Michael Waltz. It is the Secretary of Defense, Pete Hegseth, who is responsible. He should be held accountable. Hegseth upplýsti tímasetningu fyrirhugaðrar árásar á þessu sama spjalli og öðrum þræði sem konan hans var hluti af. Demókratar hyggjast nú auka þrýstingin á afsögn hans. Steve Witkoff, sem leitt hefur viðræður við Rússa Úkraínustríðið, talinn líklegur til að taka við sem þjóðaröryggisráðgjafi. Leikarinn og grínistinn Russell Brand kom fyrir dóm í dag vegna ákæru fyrir kynferðisbrot og annað ofbeldi. Hann sakaður að hafa nauðgað 2 konum, brotið kynferðislega á 2 öðrum og ráðist á eina til viðbótar á árunum 1999 til 2005. Ásakanirnar komu fram í heimildamynd á Channel 4 í september 2023. Hann var svo ákærður í síðasta mánuði að undangenginni lögreglurannsókn. Réttarhöldin í dag tóku aðeins stutta stund en Brand þarf að mæta aftur fyrir rétt 30. maí. Anemónur, flatfiskar og litskrúðugt lífríki meðal þess sem varð á vegi neðansjávar vísindamanna Háskóla Íslands á Skjálfandaflóa. Síðustu daga hafa þeir siglt flóan og myndað lífríki hans frá nýju sjónarhorni. Jakob Høyer Kristensen, líffræðingur og atvinnukafari frá Danmörku, sigldi á dögunum Skjálfandaflóa ásamt hópi vísindamanna og kannaði lífríki sjávar með neðansjávartróna. This is basically an underwater drone, so it's a little submarine that can record video in quite high
quality. We can go to 100 meters of depth and then we have a 200-meter cable on it. Vísindamennirnir á vegum Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Húsavík sem sinnir meðal annars rannsóknum á hvölum við Skjálfanda. Jakob segir leiðangurinn almennt hafa gengið vel. So the difficult part is the current and the waves and the moving. It's a bit more difficult underwater than it is in the air. Verkefnið ber heitið Vistkerfi Skjálfandaflóa, saga og menning. Rannsóknasetri vinnur það í samvinnu við Hvalasafn Húsavíkur og stofnun Vilhjálms Stefánssonar. The overall goal is to film different known locations in the bay, like we've been at Fiskesker, Lundey, Flatey and Hotland, and then to show the general public how amazing it looks underwater, and I'm sure many people have never seen that before. Marianne hefur að mestu fengist við hvalarannsóknir og segir það hafa verið skemmtilega tilbreytingu að skoða fleiri litbrigði hafsins. Hún útilokar ekki frekari rannsóknir af þessum toga. First time I use an underwater drone and I can see many research possibilities in the future for using the drone, also for the whales and for the seals. Alma Möller heilbrigðisráðherra keypti í dag fyrsta álfinn í hinni árlegu sölu S.A.A. Álfurinn fer í almenna sölu í næstu viku. Hann hefur verið seldur ár hvert frá 1990 og leikur lykilhlutverk í fjáröflun S.A.A. Markmiðið í ár að selja álfinn fyrir 100 milljónir króna, en til þess þurfa ríflega 3.300 álfar að seljast. Samfellt árlegt ball félagsmiðstöðva að hefjast í Laugardalshöll. Unglingar víðsvegar af landinu eru teknir að streyma í höllina, en þar einmitt Ari Páll Karlsson. Ari, búist við húsfylli í höllinni í kvöld? Herri Valgeir, það bara að gerast núna. Það eru krakkar farnir að streyma, ég veit ekki hvort þið sjáu það hérna fyrir aftan mig. En þetta eru eitthvað á 4.000 manns cirka, unglingar, hvaðan á landinu. En með mér eru þau Laufey og Eiríkur úr Ungmennaráði Samfélags. Krakkar, hvað eru að fara að sjá hérna í kvöld? Við erum að fara að halda eitt stærsta ungmennaviðburð á Íslandi, eða í Evrópu. En það er 4.500 ungmenni að koma saman til þess að skemmta sér. Og fáið þið að fara á ballið, þú þessu Ungmennaráðinu? Já, við erum að vinna í sjoppinu til skiptis, en við fáum að fara á ballið inn á milli. Ok, frábært. En hver eru eiginlega að spila? Við erum með Aron Kahn, Daniel, Ödd og Steinda, Rottweiler, Guggusar, og alls konar unglingahljómsveitir líka. Fenguð þið að velja? Já, við völdum eiginlega alla artista. Ok, og það er alveg margir á ykkar aldrei að spila, ekki satt? Já, ég held sé... 3 ungmennahljómsveitir. Ok, frábært. Herru, Svava, þú stýrir þessu öllu. Hvað þarna, er ekki bara krakkarnir að fara að vera stiltir og prúðir í kvöld? Jú, veist það, unglingar eru langt besta fólkið og þau eru bara að fara að vera hérna saman og skemmta sér í kvöld og ég gerir ráð fyrir því að þau verði sitt sóma á okkur. Hver eru þið mest spennt fyrir í kvöld? Ég er bara spenntur að hlusta á tónlistamenn og hafa gaman, sko. Bara skemmta mig með góðum vinum. Einmitt. Heyri, ég held að við segjum það bara gott hérna úr Laugardalshöllinni. Söngkeppni Samfélags verður í beinni útsendingu á RÚV annað kvöld, þannig að horfum við á það. Já, takk fyrir þetta, Ari Páll, og skemmtið ykkur vel í Laugardalshöllinni í kvöld. Íslenski Eurovision-hópurinn lagði af stað til Basel í Sviss í morgun. Væp-bræður, flytjendur íslenska atriðisins í ár, lofa að gera sitt besta til að vera landi og þjóð til sóma. Fyrsta æfing fyrir lokakeppnina verður í Sankti Jakobs höllinni snemma í fyrramálið þegar lagið Róa verður flutt á sviðinu í fyrsta sinn. Bræðurnir segja að margar breytingar hafi verið gerðar á atriðinu sem þeir hlakka til að prófa á stóra sviðinu úti. Íslenska lagið verður fyrst á svið á fyrra undanúrslitakvöldi keppninar þriðjudaginn 13. maí. Planið mjög einfalt. Mæta til Sviss, ok? Mjög. En það er bara æfing á morgun. Við erum að fara beint á sviðið. Já. Og við erum að fara að æfa. Og fyrsta æfing í fyrramálið. Eldsnemma, erum að vakna 7 eða 8 eða eitthvað. Alveg. It's gonna be a movie. Já, þú veist, þetta er náttúrulega miklu stærra alltaf, skilju. Stærra svið, sama sem betra atriði. Þetta vita allir. Og þú veist, við erum, Selma leikstjóri, búin að vera hérna að púsla þessu atriði saman. Þetta it's gonna be lit. Þetta er meistaraverk. Ég myndi segja þetta. Þetta verður selt á safni eftir mörg ár, 100%. Einhver skilaboð til íslensku þjóðarinnar að lokum? Borðið gulrætur, ekki gleyma. Já, busta tennur. Og læra heima. Gulrætur góður fyrir augun líka. Já, og læra heima, má alls ekki gleyma því. Já, krakkar, læra heima, busta tennur, munið þetta. Já.
Já, þetta gott að mun allt saman. En lítum til veðurs, dálítill hæðarhryggur þokast yfir landið í kvöld og nótt og það léttir til á landinu. Líkur á vægu næturfrosti inn til landsins, víðast bjart veður og hægur vindur á morgun og yfirleitt fremur hlýtt á deginum. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Úrslita einvígi úrvalsdeildar kvenna í körfubolta hófst í gærkvöldi. Haukar tóku þá á móti Njarðvík og þetta í 3. skipti sem liðin leika til úrslita. Undanúrslit úrvalsdeildar kvenna í handbolta héldu áfram í dag. Valur og Haukar voru bæði búin að vinna fyrstu 2 leiki sína. Og við heyrum í Magnúsi Ragnarsinni sem býður sig fram til forseta ISÍ. Ég bara spenntur fyrir tækifærinu að fá að leiða þessa glæsilegustu fjöldahreyfingu landsins. Þetta er náttúrulega ótrúlega samtök. Þá ekkert eftir en að rifja upp helstu atriði frétta. Ítrekað hefur verið varað við manninum sem hélt erlendum ferðamanni í gíslingu í gær. Formaður Afstöðu segir sorglegt að mæta endurtekið viðtöl til að vara við ákveðnum einstaklingum sem vitað að séu hættulegir. Jákvæður viðsnúningur varð á rekstri Reykjavíkurborgar á síðasta ári. Borgarstjóri telur reksturinn í traustum höndum en forveri hennar segir hjákátlegt að nýr meirihluti eigni sér árangurinn. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur skoðar að svipta bálstofuna í Fossvogi starfsleyfi verði mengunarvarnir ekki bættar. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur kallar eftir auknu fjármagni. Umbótaflokkur Nigel Farage í Bretlandi fékk mest fylgi í aukakosningum til sveitastjórnar og þings í gær. Sigurinn gæti orðið áfangi í gjörbreyttu mynstri í breskum stjórnmálum. Lífríki sjávar á Skjálfandaflóa litríkt og margslungið. Þetta segja vísindamenn sem síðustu daga hafa myndað flóan með hjálp neðansjávardróna. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúv.is má nálgast allar helstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is en þessum fréttatíma lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Okkar! Ég að tala við ykkur heim í stofu. Leifum við heyra eitt hljóðdæmi. 11 spor til hamingju. Lífskunstnerinn og bóheminn Frímann Gunnarsson deilir lífsreglum sínum, kynnir niðurstöður glænýra rannsókna og leiðréttir rangfærslur sem eru allt og víða. Það ekki þannig? Maður á að segja að ég vann? Já, jú. Hvað heitirðu? Ég veit það. Jesus Christ. Vikan með Gísla Marteini. Gísli Marteinn tekur á móti góðum gestum og fer með þeim yfir helstu atburði vikunnar í stjórnmálum, menningu og mannlífi. Þá verðum við með loka þáttinn okkar